Góðir gestir, það alveg frábært að vera hérna með ykkur í dag. Verið þið hjartanlega velkomin á viðburðinn okkar. Þetta byrjar allt á góðri hugmynd. Hér á Grand Hotel eru að ég held 100 manns og enn fleiri sem horfa á í streymi. Ég heiti Kolfinna Tómasdóttir, sérfræðingur í alþjóðateymi Rannís og fundarstjóri hér í dag. Á þessu málþingi verður fjallað ávinning og tækifæri fyrir íslenska þátttakendur í rannsóknar- og nýsköpunaráætlunum ESB eða nánar tiltekið Horizon Europe, LIFE, Digital Europe og Enterprise Europe Network. Markmið málþingsins að fundargestir fræðist íslenska þátttöku í Evrópuverkefnum, ávinning og leiðina að árangri og fái tækifæri til að kynnast fjölbreyttum hópi styrkþega og mögulegra umsækjenda. Á hverju borði eru QR-kóðar þar sem þið getið nálgast nýjustu tölfræðiupplýsingar árangur Íslands í þessum áætlunum. Ég hvet ykkur eindregið til að taka upp símann, skanna kóðan og skoða þetta betur. And for our non-Icelandic speaking guests, the majority of this event will be in Icelandic, but of course all languages are required during our networking later. Excuse me. To start off our event, it all starts with a good idea, a conference on Icelandic participation in European research and innovation programs. We have a very special guest with us. It is my great pleasure to welcome the newly appointed ambassador of the European Union to Iceland, to our beautiful country and to our event here today. Her extensive experience and dedication to fostering strong international relations will undoubtedly contribute to further strengthening the bond between Iceland and the European Union. Please join me in giving a warm welcome to our newly appointed ambassador of the European Union to Iceland, Clara Gansland. So, ladies and gentlemen, good day to you all. And it's really my great pleasure to be here with you today. This event marks the halfway point of current funding programs established by the European Union for the period from 2021 to 2027. And I hope that we will have some valuable dialogues that can take us to the future. Since taking up my position as ambassador here earlier this month, I have really been very impressed by the really active and successful participation of Iceland in European Union programs. I had the great fortune to travel around in the Eurobus tour organized by Rannís with August and his wonderful team, which took us to different parts of your country, meeting with local elected officials, institutions, and really gave a good sense of how much impact there is in this cooperation between the European Union and Iceland. And I'm, as I said, very impressed by Iceland's active and successful participation in the European Union programs. So for 3 decades now, 30 years, Icelandic organizations have been remarkably active, valued, and successful participants in various EU programs. Since the start of the European Economic Area Agreement, the EEA agreement, it is estimated that the European Union has invested at least 80 billion kronas in Iceland through many programs. So to give you just an example, under Horizon 2020, which is, as you well know, European Union's research and innovation programs, 20% of the Icelandic applicants were successful. And this is a very impressive figure, which is well above the average success rate. So 20 billion krona was granted to various Icelandic projects under this program alone. And Icelandic research and innovation has flourished, contributing to groundbreaking research in many sectors, such as energy, climate, biotechnology. And you here in Iceland, you have shown a great creativity and possibility of innovations, especially when it comes to harnessing the beautiful yet harsh nature and all that comes with it.
So as many of you might know, the EEA agreement celebrated its 30 years earlier this year. And this is a very important agreement. This cannot be emphasized enough. But this is the basis for Iceland's participation in programs such as Horizon Europe, LIFE, and Digital Europe. You will hear much more about that throughout this event. But to date, I can just recall that this is the closest partnership, the closest relations that the European Union have with any countries that are not members of the European Union. So the relationship between EU, Norway, Iceland, and Liechtenstein. Dear guests, throughout the history, Europe has been a powerhouse when it comes to research, science, technology, in business, in culture, and in arts. And to make sure that Europe continues to be a powerhouse, we must ensure our competitiveness on the global market, to work together as Europeans to bring about new, innovative ideas and to make use of them. And this is key to our continued success. But equally important to powerful research, we have to maintain a healthy business environment, attract and make use of impactful investments, fuel innovation, and develop and retain human talent. And the EU is committed to this task. And that is why the European Union has, for example, allocated over 93.5 billion euros to our research and innovation program, Horizon Europe. And I'll leave it to you this time to do the translating into Icelandic kronas. But it was 93.5 billion euros. Now, I look forward to hear about the ongoing projects that are going to form the future. So I thank you very much for your attention and very much for coming today and looking very much forward to the rest of the event. Thank you. Thank you, Ambassador, for your insightful remarks. I think it's safe to say that these amounts that you mentioned have been very well invested in Iceland. Og það með sönn ánægja að kynna næsta mann í pontu, hann Ágúst Hjört Ingþórsson, forstöðumann Rannís. Ágúst hefur verið mikill drifkraftur í íslensku samfélagi þegar kemur að því að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu. Bjóðum hann Ágúst hjartanlega velkomin í pontu til að opna þennan viðburð. Góðan daginn, gott fólk, og gaman að sjá hversu margir eru hér í dag og, nú veit ég ekki myndavélinn þarna, einhverjir eru online. I want to start saying a few words in English to my new best friend, Clara. We are on first name basis now after taking the tour around Iceland. It was very enjoyable, and thank you for your kind remarks about Iceland's active participation in the EU programs. 30 ár, þetta búin að vera heilmikil og skemmtileg vegferð og eins og Kolfinna ýjaði að, ég búin að vera á túrnum allan tíman. Svo ég tala af einhverju reynslu. Okkur hefur vegnað vel eins og sendiherrann tók fram og ég hef fulla trú á að svo verði áfram. Ég vil nota þetta tækifæri, ég sé hér í salnum einhverja, til að þakka þeim sem hafa lagt sitt af mörkum til þess að þetta hefur gengið vel. Þetta var ekki sjálfsagt að við skildum ná þessum árangri sem við höfum náð. Ég vil líka nota tækifærið og koma því á framfæri. Nú horfi ég í kringum mig, hana, eru fulltrúar ráðuneytisins, að eftir 30 ár þetta tímabært ekki bara að Rannís og fleiri aðilar svona haldi á lofti góðri tölfræði, heldur að ráðast í ítarlegt og gott áhrifamat á því hvers konar samfélagslegum og efnahagslegum ávinningi þetta hefur skilað. Við heyrum tölurnar sem kom í styrkjum, en við vitum að það þarf að skoða þetta meira á dýptina hver áhrifin eru. Þannig ég vona
að okkur auðnist að fara í slíkt mat núna á næstu 1 til 2 árum. En í dag erum við að leggja áherslu á yfirstandandi tímabil sem hálfnað eins og fram hefur komið og ég vona að í lok þessa fundar þá verði þið jafn sannfærð og ég að okkur muni halda áfram að ganga vel á þessu tímabili eins og á fyrri tímabilum. En það mun ekki gerast að sjálfu sér. Árangur Íslands á þessu tímabili, hann byggist á ykkur sem eru hér og sem eru að fylgjast með og sem eru þarna úti og sem eru mögulegir og væntanlegir umsækjendur. Hlutverk okkar hjá Rannís að kynna fyrir ykkur tækifærin og þau eru fjölmörg, hvetja ykkur áfram og það ætlum við að gera hérna í dag með því að segja sögur af nokkrum verkefnum sem hafa heppnast vel og hvað þarf til og svo auðvitað að aðstoða ykkur við að nýta þessi tækifæri. Ég veit að þið vitið örugglega öll vel hvað Rannís gerir, en mig langar að leggja áherslu á það að Rannís það sem ég kalla stundum þjónustu miðstöð við þróun þekkingarsamfélagsins á Íslandi. Við rekum helstu innlendu samkeppnissjóðina sem styðja við rannsóknir og nýsköpun, menntun og menningu og þar hefja sennilega flestir sína vegferð í innlendu sjóðunum. Við sjáum síðan einar 8 alþjóðlegar áætlanir og við ætlum að fjalla sérstaklega 3 þeirra hér í dag og 1 stuðningsverkefni. Síðan veitum við margvíslega stuðning í formi ráðgjafar sem ætlað að hjálpa ykkur að ná árangri að skapa nýja þekkingu og efnahagslega og samfélagslega verðmæti. Ég þess fullviss og tala hér af reynslu að við hjá Rannís við höfum aldrei verið með eins öflugan hóp til þess að styðja við þátttöku í rannsókna og nýsköpunaráætlunum Evrópusambandsins. Til að leggja áherslu á breiddina þá ætla ég að fá að taka nokkrar mínútur og tala hér í upphafi 9 áætlanirnar sem góðu heilli íslensk stjórnvöld ákváðu að taka þátt í þegar ný kynslóð hófst núna 2021 og síðan ætla ég að fjalla það sem heitir núna 9. rammaáætlun Evrópusambandsins sem að flestir þekkja núna sem Horizon Europe. Ísland varð aðili að umhverfis- og loftslagsáætlun Evrópusambandsins LIFE árið 2021 en svona sóknin hófst ekki af alvöru fyrir 2022. Áætlunin hefur gert íslenskum stjórnvöldum og öðrum svona lögaðilum kleift að ráðast í miklu metnaðarfyllri og samhæfðari og stærri aðgerðir á sviði umhverfis- og loftslagsmála en ella hefði verið og þar má meðal annars nefna innleiðingu á vatnaáætlun undir stjórn Umhverfisstofnunar og aðgerðaráætlun aðlögun að loftslagsbreytingum undir stjórn Veðurstofu Íslands, Umhverfis- og orku- og loftslagsráðuneytisins. Þannig þetta styður við stjórnvöld líka. En íslensk fyrirtæki hafa einnig séð sér leik á borði í áætluninni. Þar má benda á verkefni eins og terraforming sem stýrt af landeldi og Rural Europe Towards Clean Energy Transition sem stýrt af íslenskri nýorku og AIM. Þannig að það tækifæri bæði fyrir fyrirtæki og fyrir opinbera aðila. Það búið að ganga frá samningum við íslenska aðila vegna styrkveitinga sem nema rúmlega 7 milljónum evra, það rúmur milljarður. Og þá eru ekki með taldar stórar umsóknir sem bárust 2023 og við erum vongóð að verði samið Þannig að það nokkuð ljóst núna strax á miðju tímabili að þátttaka okkar í LIFE árangursrík og mun skila meira í styrkjum heldur en kostar okkur að taka þátt í áætluninni. Digital Europe program sem við höfum einhvern veginn ekki náð að koma með þjála þýðingu á stefnumótandi áætlun. Öðruvísi heldur en opin rannsóknar og þróunaráætlun sem veitir fjármögnun til verkefna á svona þverfaglegum sviðum stafrænnar tækni og við erum búin að taka þátt aftur þar frá 2021. Áætlunin hefur gert til dæmis opinberum aðilum hér á landi kleift að byggja upp stafræna innviði, veita nýjar þjónustuleiðir og þróa samstarf á milli landa. Það má nefna stofnun miðstöðvar stafrænnar nýsköpunar og samstarfsvettvang fræðslu, menntunar og rannsóknar á sviði netöryggi sem hefur hlotið nafni EIVÖR. Í gegnum EIVÖR, eða á ég að segja EIVÖRu, verður litlum og meðalstórum fyrirtækjum og opinberum stofnunum í sama stærðarflokki gefið tækifæri til að sækja sérstaka netöryggisstyrk sem getur numið alltaf 9 milljónum króna og
og sem sagt þetta hugsað til þess að efla netöryggisvarnir fyrirtækja og smærri stofnana. Það opið fyrir umsóknir núna ef að þetta hentar einhverjum hér inni og þið finnið allar upplýsingar á heimasíðunni. Í Digital Europe program þá búið að ganga frá 7 samningum við íslenska aðila og nema styrkveitingarna núna rúmum 9 milljónum, aftur 1,1 milljarður. Og við sjáum alltaf fjölbreytni þarna í styrkþjónum. Það eru háskólar, það eru rannsóknarstofnanir og það eru mismunandi stór fyrirtæki. Og það er gaman að segja frá því að eitt stærsti einstaki styrkurinn sem var rúmlega 2 milljónir evra, það var sprotafyrirtæki Defend Iceland sem gerði þeim kleift að hefja rekstur og koma á fót og hér er undirstrikað í textanum mínum villuveiðagátt. Hérna sem sagt að koma auga á og eldast við veikleika í tölvukerfum fyrirtækja og stofnana. Og við munum heyra meira er það ekki af þeirri vegferð hérna seinna í dag. En þá er ég komin að stóra bróður. Ísland hefur tekið þátt í ramma áætlunum, mjög þjált orð, rannsóknir og nýsköpun alveg frá 1994 eins og hefur komið fram. Fjárhagslegt umfang þátttöku Íslands hefur vaxið með hverju einasta 7 ára tímabili. Aldrei eins mikið eins og síðast er að nær tvöfaldaðist. Mörg af okkar færasta vísindafólki og framúrskarandi fyrirtækjum hafa verið styrkþegar og ég ætla að nefna hér Keresis og Carbfix, ég ætla að nefna rannsóknarverkefnin Áfallasaga kvenna og blóðskimun til bjargar. Þetta er allt saman stór þjóðþekkt verkefni sem hafa hlotið verulegan stuðning í gegnum Horizon og forvera Horizon. Þetta er 9. rammaáætlun eins og ég sagði og eins og sendiherrann kom inn á er fjárveitingin Evrópusambandsins 93 milljarðar evra. Síðan bætast við framlög Íslands og Noregs og Ísrael og fleiri. Þannig að í pottinum eru ríflega 100 milljarðar evra. Það gerir á hverju ári 2200 milljarða íslenska og til gamans þá reiknaði ég út að það eru 350 ára fjárveitingar í burðarsjóðin okkar 2, Tækniþróunarsjóð og Rannsóknarsjóð, sem er úthlutað á hverju ári úr Horizon Europe. Ég bara undirstrika það að Horizon Europe er stærsti potturinn sem við höfum aðgang að. En það er ekki bara krónur og aurar og evrur sem skipta máli, það þarf að beina athyglinni og það reynum við hjá Rannís að þeirri tegund þekkingasköpunar sem verður til í rannsóknar og samstarfsverkefnum. Í sumum tilvikum, og við erum að vísa hér í nýlegar áhrifamatsúttektir, hafa háskólar og aðrar stofnanir og fyrirtæki lýst í hversu djúpstæð þekking verður til í rannsóknar og nýsköpunarstarfi í svona samstarfi þar sem að þekkingin hefði aldrei orðið til ef ekki hefði verið fyrir samstarfið. Íslenski þátttakendur fá greiðan aðgang að rannsóknarinnviðum, að aðferðafræði, að gögnum, jafnvel að mörkuðum sem þeir hefðu annars ekki fengið. Þannig að raunverulegt virði þátttökunnar er margfalt það fjármagn sem rennur beint í styrki til íslenskra aðila. Síðan er það mannauðurinn. Það eru margir doktors- og nýdoktorastöður sem hafa verið fjármagnaðar í gegnum rammaáætlanirnar. Margir íslenskir doktorar og nýdoktorar hafa sömuleiðis fengið störf erlendis með stuðningi áætlunarinnar. Það eru held ég 9 verkefni núna með 13 stofnunum sem hafa fengið 2 milljónir evra í styrki fyrir uppbyggingu rannsóknarinnviða núna á yfirstandandi tímabili. En það er ekki bara rannsóknarstofnanirnar, það eru líka aðrar stofnanir og sjálfseignarstofnanir sem okkur langaði til þess að vekja athygli á hér í dag. Til dæmis lögreglan hefur nú til góðs af Horizon Europe. Austurbrú sem er atvinnuþróun á Austurlandi. Textílmiðstöðin á Blönduósi sem við Klara fengum tækifæri til þess að heimsækja hefði ekki geta byggt upp þá skemmtilegu og flottu listsköpunaraðstöðu sem þar ekki verið fyrir stuðning frá Horizon. Það er Ísafía, það er Reykjavíkurborg, þannig að þetta er mjög fjölbreytt flóra. Og ég mátti til með að hendi ykkur smá tölum að því að við ákváðum að vera ekki með neinar glærur, bara QR-kóða, að árangurshlutfalli í síðustu rammaáætlun var 20%. Eins og þetta stendur núna er árangurshlutfall 21,7% og það er langt fyrir ofan meðaltal. Svo ég segi bara við ykkur vel gert. Það eru 7 vísindamenn sem hafa hlotið hinn eftirsótta Research Council rannsóknarstyrk. Af 21 umsókn, það er 33% árangurshlutfall.
Það er frábært. Það er framúrskarandi frábært. 6 af þessum 7 styrkjum hafa runnið til vonandi starfsmanna Háskóla Íslands, mér skilst það sem nú er að semja við þeirra. Ég vil nota tækifærið og hrósa Háskóla Íslands sérstaklega. Hann hefur tekið stuðninginn við umsækjendur mjög föstum tökum og það er að skila þessum framúrskarandi árangri og í því felst lexía fyrir alla hina. Það eru 5 fyrirtæki sem hafa hlotið stóra fyrirtækjastyrki upp á meira en milljarð og 2 þeirra hafa fengið fjárfestingavilyrði. Þannig nokkuð sýnist að til þessara fyrirtækja þarf að koma frá áætluninni og Evrópska fjárfestingabankanum allavega 3 milljarðar íslenskra króna inn í það dæmi. Þannig að fyrirtækin eiga virkilega mikil tækifæri þarna og þessi fjárfestingaleið er nýjung sem að virðist ætla að skila góðum árangri og við bindum vonir við það. Og í heildina þá er þetta komið yfir 150 það sem við köllum þátttökutilvik, það er að segja þáttakendur í verkefnum styrktum í þessari áætlun. Og það er 21 verkefni sem er leitt af Íslendingum. Þannig að ég held að við getum sagt að við höfum náð góðum árangri fram að þessu í nær öllum hluta. Núna á þessum miðpunkti, kannski við erum ekki alveg að hálfuna myndi ég halda. Þetta fór voðalega hægt á stað 2021 út af dollu. Við erum konum með rúmlega 60 milljón evrur samtals í styrki til íslenska þáttakenda. Á síðasta 7 ára tímabili voru þetta rúmlega 140 milljónir. Þannig að það er dálítið verk óunnið ef við ætlum að ná sama árangur á síðast, í talanum ef við ætlum að ná betri árangur en síðast, sem er það sem að ég hef fulla trú á að því geti náð. Auðvitað skiptir þjónusta Rannís máli hérna og mér langaði að nefna þrennt. Sem umsýsluaðili fyrir Horizon þá er Rannís með starfsfólk, hópa starfsfólki sem að sinni hlutverki landstengiliða, National Contact Points. Þeirra verkefni er að veita umsækjendum almennar upplýsingar áætlunina, aðstoða við ýmislegt sem lýtur að undirbúningi umsókna, auk stuðnings við uppgjör og framkvæmd verkefna eftir að styrkur er komin í hús. Því það er ekki nóg að ná í styrkinn, það verður líka vinna fyrir honum og klára allt. Við skipuleggjum námskeið, upplýsingafundi, við höldum utan sóknarstyrki sem ég vona allir viti af sem eru veittir til undirbúningsumsóknum og þjónustan er auðvitað gjaldfrjáls og öllum opin og ég vil skerpa á því hversu boðnir og búnir landstengiliðnir eru til að aðstoða. Rannís heldur líka utan kost sem að vonandi einhverjir hérna inni þekkja. En tilgangur kostverkefni er að byggja upp samstarfsnet á ákveðnum rannsóknarsviðum. Þetta er ekki rannsóknarstyrkir, heldur samstarfsstyrkir. Og kostverkefnin hafa mjög oft leitt til áframhaldandi samstarfs milli þáttakenda og leitt til umsókna í ramma áætlanirnar. Og við höfum orðið langa og góða reynslu af þessu. Og kostaáætlunin er að okkar mati alveg einstök leið fyrir ungt vísindafólk til þess að komast í og finna sér tengslanett. Að lokum vil ég nefna hérna Enterprise Europe Network á Íslandi sem Rannís hýsir frá árinu 2021. Þar sem er hægt að fá ýmsa aðstoð við samstarfsleitir, sókn á nýja markaði, mótun nýsköpunarferla og margt fleira. Enterprise Europe Network er langstærsta viðskiptatengslanet í heimi. Það er yfir 3000 sérfræðingar á vegum þessa nets út alla Evrópu og raunar út fyrir Evrópu líka. Og núna frá því Rannís tók við þessu 2021 hafa 30 íslensk fyrirtæki notið góðs af þjónustunni hér á Íslandi, bæði við að tryggja sér fjármögnun, við að fara í fjármögnun í gegnum styrki, fengið þjálfun í að kynna sig fyrir fjárfestum og ná þannig inn í fjármögnun og fengið aðstoð við að finna tengiliði og komast í samband við einhver út í Evrópu. En góð þjónusta Rannís, og ég vona svo sannarlega hún sé góð, hún dugar ekki ein og sér, heldur þurfa stofnanir og fyrirtæki að vera tilbúin að fjárfesta í undirbúningi og því ferli sem þáttaka í alþjóðlegu samstarfi felur í sér. Þeir sækja sig ekki sjálfur þessi styrkir. Ég veit að það er fólk hér inni sem veit það vel. Hér sýnist okkur hjá Rannís að stjórnendur stofnana og fyrirtækja geti skipt lykilmáli. Ég vil því hvetja sérstaklega þá stjórnendur sem eru hér inni til þess að
skanna inn QR-kóðan og skoða tölurnar og skoða hverjir að ná mestum árangri, því allt eru þetta opinberar upplýsingar. Hverjir að ná í styrki og íhuga hvað þeir getur gert til að ná árangri líka. Ég vil hvetja þá sem eru nýir hér inni til þess að byrja smátt. Sækið í innlendu sjóðina, sækið í smærri alþjóðlegu áætlanir og sjóði, notið Erasmus sem tengslanet ef þeir eru hluta háskólasamfélaginu, nýtið KOST eins og ég var að nefna, notið Nordforsk, byrjið smátt og síðan þegar þeir eru tilbúin í Horizon Europe, byrjið þá sem þáttakendur, sem partnerar. Ekki ætla að fara að leiða verkefni alveg strax. Og það okkar reynsla að Íslendingar eru vinsælir til samstarfs. Kannski vorum við vinsæl fyrst að því við vorum bara exotic. Það var gaman að fara á fund til Íslands, en ég trúi því sem forstöðumaður Rannís að í dag séum við fyrst og fremst vinsæl og eftirsótt vegna þess að við stöndum okkur vel. Rannís hérna til að hjálpa ykkur, en árangurinn á endanum undir ykkur komin. Ég vil því enda á að óska ykkur góðs gengis á næstu 3 árum og ég vona við eigum eftir að eiga hér góðan dag saman í dag. Takk fyrir. Takk Ágúst. Við hjá Rannís lítum svo sannarlega á okkur sem þjónustumiðstöð við þróun þekkingarsamfélagsins á Íslandi og næst á dagskrá einmitt stutt myndband þar sem þátttakendur 3 verkefna deila sínu ferli með okkur. Að ræða verkefni úr LIFE-áætluninni, Digital Europe og Horizon Europe. Og það mjög erfitt að gera skil á öllum þeim frábæru verkefnum sem hafa hlotið styrk, en þetta svona smá sýnishorn af þeirri góðu vinnu sem hefur verið unnin. Við val á verkefnunum reyndum við að sýna frá öllum þeim áætlunum sem eru kynntar hér í dag, en jafnframt tókum við með að 3 höfuðáherslum ESB í styrkjaáætlunum sem eru grænar, stafrænar og samfélagslegar. Á eftir myndbandinu hef ég við pallborðsumræðurnar vegferð styrkjaumsókna og ráð frá þáttakendum og vil ég biðja þá þáttakendur að bara svona gera sig klár. Sjáum nú hvort tæknin virki ekki. Verkefnið fjallar að efla getu sveitarfélagana til þess að takast á við orkuskipti og við keyrum þetta með málþingum og vinnustofum og fókusvinnu þá með starfsfólki sveitarfélaga, sveitarstjórnarfólki og öðrum slíkum sem að taka ákvarðanir. En það sem að okkur kannski þótti mikilvægast í þessu samhengi að sveitarfélögin náttúrulega halda á skipulagsvaldinu og okkur fannst vanta dálítið svona allavega stefnumörkunar brú á milli landsáætlunar loftslagsmál og svo á milli sveitarfélagana. Sú vinna náttúrulega líka í gangi á vettvangi ríkis og sveitar með öðrum hætti og svona að komast að stað, skulum við segja. En það sem kannski svona allavega fyrir svona apparat eins og AIM, þá skiptir þetta bara miklu til þess að öðlast eitthvað sjálfstæði og öðlast traust að við getum sinnt ákveðnum verkum og við getum sótt fé til þess að fjármagna okkur allavega hluta til sjálf og þar fram til göttunum, þannig að það svona sjálfstæði, myndi ég kannski segja, sem að kemur líka með því að fá svona verkefnastyrk. Best að fara yfir þetta með einhverjum sem hefur sótt áður, skrifað umsóknir og svona þar fram til göttunum. Þannig að sækja í rann þeirra sem hafa sest niður og hamrað á lyklaborð. Það kannski svona, það best. Veðurstofan var á staði í svona vegferð að reyna að uppfylla þessa tilskipun Evrópusambandsins verðmæt gagnasöfn og þetta verkefni sem alla veðurstofur í Evrópu þurfa að uppfylla og mæta og það var ákveðið svona snemma árs árið 2022 að það væri skynsamlegt að alla veðurstofurnar í sameiningu legðu á stað í að byggja upp þennan innvið og koma þessum gögnum þannig til skila þau gætu afhent þau í nær rauntíma til þeirra sem
á þyrftu að halda og uppfylla það með þessa tilskipun. Sko almennt í rannsóknarverkefnum að þá orðin mjög flókið að halda utan það bókhaldslega og fjárhagslega og það skiptir mjög miklu máli að þeir sem sjá þann part hafi góða mikla þekkingu og sæki sér þekkingu fyrir það. Það að mistiga þessa illa í bara uppgjöri og meðhandlun slíkra verkefni. Ef einhver að leggja af stað nýr og alveg ekki fengið fara á stað í svona Evrópuverkefni, þá eiga menn fyrst og fremst að vera farþegar, ekki vera leiðandi. Þó að menn langi ósala mikið til þess, það svo óbúslega þungt að sækja svona verkefni, tekur tíma, bara sem dæmi þó að hér séu allir aðilarnir þekki hver annan, alla Veðurstofu þekkja hver aðra, þá tók það okkur alveg 8 mánuði að búa til þessa umsókn og klára hann og skilin inn. Við erum sem sagt að vinna því að skipta út aldargömlu gamalli aðferð, Haber-Bosch aðferðinni til að búa til ammóníak en að gera það á umhverfisvænan hátt, að nýta þá endurnýjanlega orku sem getur komið frá sólinni, vindi eða öðrum stöðum og ég fór með rafmagns og að nota sem sagt rafefnafræði til að sundra vatni og búa til súrefni og síðan að nota prótónur og rafeindirnar til að afóksa nitur í ammóníak. Hvernig við getum sem sagt tekið rafmagnið inn í kerfið og líka einangra ammóníaki þannig að það sé hægt að flytja það á milli og nota það sem rafeldsneyti eða til að búa til áburð. Varðandi svona skrif og umsóknum að þá erum við búin að komast að því að það er rosalega mikilvægt að hver sérfræðingur fyrir sig skrifi hvern part og það skín í gegn í umsóknum ef að rannsóknarmanneskjan skrifar viðskiptamódelið inn í svona umsóknir. Þetta er náttúrulega risa umsókn, 70 blaðsíður eða eitthvað og við tókum marga Zoom-fundi á þessum tíma og þá var skipt verkefnunum vel á milli aðilana. Það fengu allir í fyrirtækinu og í háskólanum sína hluta til að skrifa og svo náttúrulega út í hinum stofnunum í Evrópu. Og verkefnastjórnunarteymið í háskólanum hjálpaði okkur mikið að skrifa kaflana verkefnastjórnun. Við fengum vel COVID eða mörg á meðan vorum að skrifa þetta. Svo var þetta bara skrifað heim í stofu, farveik. Þannig að þetta var mikið fjör. Við tókum það ákvörðun þegar við vorum að skrifa umsóknina að þá settum við inn í kostnaðarlið sem sagt hálfa stöðu fyrir verkefnastjóra sem er þá ekki vísindalegur verkefnastjóri, heldur passar upp á að öllu sé skilað inn á réttum tíma og þess háttar. Og það er eitthvað sem við höfum ekki séð eftir. Það er virkilega að borga sig að hafa þannig manneskju. Ég held að aðalatriðið í þessu í heildina alveg frá upphafi til enda sé að vera bara ótrúlega duglegur að leita til þeirra aðila sem vita aðeins meira maður sjálfur og hafa reynslu og geta hjálpað og vera bara ekkert feimin við það. Já, verkefnin eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg og þið sjáu þessi góðu ráð. Þið hyggið ekki við að hafa samband við okkur hjá Rannís ef ykkur vantar einhver ráð. En næst er komið að pallborði. Ég vil minna á að það verður ekki tekið við spurningum úr sal en við hvetjum fólk til að ræða við pallborðsþátttakendur á eftir í móttökunni. Þá vil ég kynna til leiks hann Sigurð Óla Sigurðsson, sviðsstjóra rannsókna og nýsköpunarsviðs Rannís sem mun stýra pallborðinu vegferð styrkjaumsókna og ráð frá þáttakendum. Sigur Óli, vertu velkomin hingað upp á svið. Takk fyrir kærlega Kolfinna og velkomin öll. Eins og áður sagðir heiti ég Sigurður Óli og er sviðsstjóri rannsókna og nýsköpunarsviðs hjá Rannís. Og nú er byrjað að hófa á fólkið að koma hérna upp og ég bara býð þau Þóru, Þórhall, Hörn og Hólmfríð að koma hingað upp og bið ykkur að sitjast ekki í sæti sem er lengst dyrunum af því að okkar öflugi fundarstjóri bað mig að sitja þar því að þá getur hún sagt mér hvernig við 5 mínútur eftir og ég taki örugglega eftir því. En ég held að kollegar mínir hjá Rannís hafi ákveðið að gera mig svolítið grikk með því að velja fólki í þennan hópa því ég bæði óminnugur á nöfn og andlit og hér eru Þóra, Þórhallur, Hólmfríður og Hörn þannig að
Það eins og við höfum bara ákveðið að nöfni mættu bara byrja á 2 stöfum og ég á örugglega eftir að horfa á einhvern og kalla þann hinn sama eða þá hinn að sömu vittlausu nafni og biðst ég afsökunar á því fyrirfram. En allavega við erum hér með Þóru Óskarsdóttur, sæl Þóra, og ég vona að reyna að muna þetta. Þóra Óskarsdóttir er forstöðukona Fab Lab Reykjavíkur. Fab Lab alþjóðlegt samstarfsnet nýsköpunarsmiðja sem á rekja rætur síðan til MIT í Bandaríkjunum. Smiðjan í Reykjavík samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Fjölbrautaskólans í Breiðholti, Mennta- og barnamálaráðuneytis og Hvinn, Háskóla vísinda- og nýsköpunarráðuneytis. Þegar við báðum gestina hér að skrifa smá kynning á sjálfu sér, þá var Þóra að afsaka sér svolítið. Hún sagði, minn bakgrunnur nú samt úr sálfræði. Ég segi bara, það ekkert samt. Ég kem úr sálfræði líka og bara segi, það bara styrkur að þá koma úr sálfræði og það gagnaðist henni vel til að koma að skrifa styrkina. Hún nýlega fengu Fab Lab, stóran styrk á Reykjavíkurborg í verk sem heitir Green in Cities. En eins og nafni geti kynna það í sér að auka hlut náttúrunnar innan borgarmarkanna. Þórhallur Magnússon prófessor við Háskólann í Sussex og rannsóknarprófessor við HÍ. Þar stýrir hann Intelligent Instruments verkefninu sem styrkt af Evrópska rannsóknarsjóðnum. Intelligent Instruments hefur nýlega hlotið European Citizen Science verðlaun og AI in Arts við Ars Electronica í Linz, Austurríki. Verkefni rannsakar viðbrögð og hugmyndir fólks á gervigreind í kringum hljóðfæri og tónlist. Hörn Valdimarsdóttir, sæl, rekstrarstjóri og meðstofnandi Defend Iceland sem áður var búið að minnast á hér. Defend Iceland fyrsta villuveiðigáttin, það var ekki undirstrikað fyrir mig, og svo fyrsta í heiminum með það markmið að búa til öruggara starfrænt samfélag með notkun samfélagssjóðs. Það einnig gaman að segja frá því umsókn Defend Iceland fikk hæstu mögulegu einkunn frá Evrópusambandinu á sínu umsókn. Hólmfríður, sæl, leiðir rannsókn og þróunarteymi á Turn Systems. Turn Systems hefur í 30 ár þróað hugbúnaðarlausnir fyrir stjórn flugumferðar, en lausnir þróaðar Turn Systems eru í notkun við stjórnun flugumferðar yfir Íslandi og við í Evrópu, Asíu, Eyjaálfu og Afríku. Hjá Turn Systems starfa nú yfir 80 manns og fyrirtækið með höfuðstöðvar í Íslandi og skrifstofur í Ungverjalandi og Póllandi. Turn Systems þátttakandi í 2 evrópskum rannsóknarverkefnum, Ensure og Aware. Og nú ætla ég að fara hérna yfir í sætið mitt og vera í góðri sjónlínu fyrir Anna Kolfinnu. Og hér vatn sem ég bara býð ykkur að fá ykkur og mikrofónuna ef að þið 3 getur deilt þessum og við Þórhallum séum með þennan. En fyrst þá ætlum við að biðja þáttakendur að segja örstuð frá sínum verkefnum það hvað fjallar og hvar það statt og við höfum svona cirka 20 mínútur, þannig ég bara biðja ykkur að reyna að vera stutt orð eins og þegar ég geti. Þórhall, þú kannski byrjar. Já, ég með ERC verkefni, Evrópski rannsóknarsjóðurinn, sem styrkir sem sagt, ERC Consolidator, þetta ERC Consolidator Grant og það styrkur til 5 ára upp á 2 milljónir evra og styrkurinn sem ég sótt á sviði gervigreindar og tónlistar, það var svona skarast, en ég sótt í SH5 sem svona hugvísindi og félagsvísindi og það sem við erum að rannsaka hvernig við þróum gervigreind með small data, ekki big industrial data, heldur smá gagnasöfn og hvernig við getum þróað hljóðfæri eða hvaða hluti sem með gervigreind, þannig að við eignumst svona persónulegt samband við þá tækni sem við erum með í kringum okkur og þetta var svona grunntæknilega hugmyndin á bakvið verkefnið. En svo svona hugvísindalegur þáttur í verkefninu sem að skoða hvers konar orðræða og metafórur og hugmyndir og tilfinningar verða til þegar við erum að tengjast gervigreind á persónulegan hátt og tónlist auðvitað mjög persónuleg og þegar við erum að tjá okkur tónlistilega með hjálp gervigreindar, hvers konar hugmyndir eru það og ég held að það sé það sem svona heillaði jafningarýna verkefnisins og panelinn að þetta verkefni sem bæði tæknilegt og hugvísindalegt og það svona kritísk sjálfskoðun á það sem við erum að gera og þetta verður þá svona þekkingarauki innan hugvísindina að hugvísindin hafi þessi sterku tól og tæki til þess að skoða áhrif gervigreindar á samfélag. Það ekki alveg verið Þórhallur.
Hólmfríður, þú kannski vilt segja okkur aðeins frá þínu verkefni og... Já, við erum sem sagt að taka þátt í 2 verkefnum við hjá Turn Systems og þau verkefni heita Ensure og AVR. Ensure verkefnið það snýr að því að staðla samskipti á milli flugleiðsögukerfa eða Air Traffic Management Systems og kerfa sem að sem halda utan svona drónaflug og það mjög mikilvægt að skoða þetta því við erum að búast við aukinni drónatrafík á næstu árum og þetta mun hafa áhrif á flugumferð og við erum að skoða svona hver sú áhrif mun vera ásamt því að reyna að búa til einhvers konar staðla fyrir samskipti til þess að passa upp á öryggi og að geta ráðið við þegar eitthvað fer úrskeiðis. Og það verkefni búið að vera í gangi í cirka 1 ár og það bara gengur mjög vel og það mjög stórt verkefni. Við erum alveg 20 fyrirtæki sem að vinna saman að því verkefni, mjög áhugavert. Og síðan hitt verkefnið, það heitir AVR og það snýst að því að þróa einhvers konar aðstoðarmann, svona gervigreindar aðstoðarmann fyrir flugumferðarstjórann sem hann þá með einhvers konar svona ástandsvitund eða situational awareness eins og flugumferðarstjórinn hefur og á þá að hjálpa honum með því að koma með tillögur og að því hann á að vita hvaða verkefni flugumferðarstjórinn að leysa með alls konar tækni sem við erum að nota, svona gaze tracking og við erum að logga hvernig hann að nota kerfið og þetta bara mjög áhugavert verkefni. Það bara tiltölulega nýfarið á stað og við erum að vinna það meðal annars með 4 háskólum og 2 flugleiðsöguaðilum og það verkefni fór á stað í sumar og gengur bara mjög vel. Við erum svona mikillir í svona þróunar hugmyndavinnu akkurat núna og já. Takk fyrir þetta, Hólmfríður. Hörn? Já, takk fyrir. Eins og búið að koma inn þá Defend Iceland villuveiðigátt sem kannski orð sem ekki allir hafa heyrt hérna inni en ég ætla að reyna að útskýra það á svona cirka 1 mínútu. Það langbest að hugsa Defend Iceland sem svona skiptiborð. Þannig að við erum búin að smíða hugbúnað sem plattformið okkar Defend Iceland. Svo eru 2 aðrar einingar í þessu púsli hjá okkur og það eru annars vegar viðskiptavinirnir okkar sem eru fyrirtæki og stofnanir á Íslandi og 3. einingin síðan öryggis sérfræðingar eða heiðarlegir hakkarar sem eru bara út í bæ og hugmyndin í raun sú að við erum að virkja heiðarlega hakkara til þess að koma inn á plattformið okkar hakka alla viðskiptavinnin okkar á mjög fallegan og góðan hátt, tilkynna veikleikana sem að finnast í kerfunum á mjög ábyrgan hátt sem hefur ekki verið hægt hingað til og fá greitt verðlaunafé fyrir. Þannig að við erum að liðvirkja samfélagið okkar til þess að auka netöryggi í öllu landinu okkar. Gengur óbúslega vel, fórum að stað með verkefni bara í mars, svona formlega og við erum komið með 18 viðskiptavinni, nánast allan bankageiran á landinu og við erum komið með orkugeiran mikið á honum og svo aðra mikilvæga innviði eins og til dæmis Landspítalann. Já, takk. Takk fyrir kærlega Hörn, þá það Þóra. Já, við erum með verkefnið Green Cities sem hófst líka í mars og það líka svolítið stórt verkefni sem gengur út á það sem okkur langar svolítið að sjá öll held ég, að hafa borgirnar grænni. Þetta mjög stórt verkefni, eru 30 samstarfsaðilar og þetta eru rannsóknarstofnanir og borgir sem eru að vinna saman að því að toga náttúrunni inn í borgina og búa til svæði sem ýta undir inngildingu. Og við hugsaum inngildingu svolítið víðum skilningi hérna, við erum ekki bara að hugsa fólk heldur líka fugla og skordýr og að því við þurfum að líka reyna þegar við erum að koma náttúrunni inn í borgina þá þurfum við líka að hafa dýr og aðrar verur sem við þurfum að svolítið venjast. Og svo verða svona ýmis konar nýjungar sem eru til, þetta eru bæði svona samfélagslegar áherslur en svo eru líka með svona mælingar á upplifunum fólks inn í þessu umhverfi. Þannig að við erum bara mjög spennt að fara af stað
og borgin tekur virkan þátt í þessu verkefni og erum í samstarfi við hana. Og mest megnist fer þetta fram í Breiðholti, þannig að þetta verða svona sjáanlegar breytingar, þannig að þið getur komið og heimsótt þetta svæði sem kannski frekar óvenjulegt og upplifa þessar breytingar. Þannig ég hvet ykkur öll til þess að kíkja í Breiðholt og sjá hvað gerist. Takk fyrir þetta, Kjalli. Þetta eru mjög spennandi og fjölbreytt verkefni. Þetta eru cutting edge verkefni greinilega og áhugaverð og ég hjó eftir því að þegar það var verið að segja frá Ammonia-verkefninu þá voru litlar 70 blaðsíður sem þurfti að skrifa til þess að fá þetta, bara yfirleitt að komast og vera að skoða, að umsóknin væri skoðuð. Þannig að þetta er heljar mikið átak að gera þetta. Þannig að ég bara svona, ef þið eru ekki búin að grafa allar þessar minningar djúpt í undirmeðvitundinni, getið þið sagt okkur aðeins frá svona umsóknarferlinu, undirbúningum, aðdraganu, hvernig þið ef þið leituðu eftir þjónustu eða hvernig þið fundu samstarfsaðila og svo framvegis, kannski Þóra þú byrjir að því að við enduðum á þér. Já, þetta er rosalegt ferli og þetta er líka skemmtilegt vegna sem maður kynnist, þú veist maður bæði dýpkar sína eigin þekkingu á okkur sviði sem maður hefur og kynnist einhverjum nýjungum. Það er samt ofsalega mikilvægt held ég eins og Helga kom inn á í myndbandinu að maður haldi sig svolítið við þú veist að sérfræðingarnir skrifa sitt svið og það sem ég finn kannski núna er að það er rosalega gott að fá einhvern annan í að hugsa vinnupakkana til dæmis. Að það sé ekki alltaf sami aðilinn sem að láta sig dreyma og sá sem að ok, við þurfum þetta og þetta og þetta. En það þarf bæði. Það þarf alltaf að vera svolítið samband á milli þess sem maður er að reyna að gera og það sem maður ætlar að framkvæma. Þannig að þetta þarf að vinnast svolítið saman en það er gott að hafa tvo aðila í þessu. En þjónustanum við höfum náttúrulega farið í Rannís og talað við mjög öll, komum hingað í fyrra, þá vorum við með ekkert verkefni, nú erum við komið verkefni, þannig að það er svona mjög öflugt tengslanett sem ýtir þessu svolítið áfram sem er ofsalega gott. Takk fyrir, Hörn. Já, takk. Umsóknarferlið okkar var í rauninni frekar stutt. Við förum af stað, eða heyrum af þessu í nóvember 2022 og það var ekki fyrir en eftir ég get kallað það svona peppfund með ráðgjöfum hjá Rannís sem að við ákveðum að keyra á verkefni því við fengum þar svo frábær ráð og svo gagnlegar upplýsingar sem að hjálpuðu okkur í gegnum allt umsóknarferlið. Þetta var innanhúsverkefni, við fengum enga ytri ráðgjafa til þess að koma inn, annað heldur en þetta bara fólk sem að gaf tíma og vinnu í rýni á umsóknina sem við erum ævinlega þakklátt fyrir. Var eitthvað annað sem það var? Bara svona samstarfsaðilar og aðdragandinn? Já, samstarfsaðilar, einmitt, já. Verkefni var til dæmis kynnt fyrir bara samstarfsaðilum og þau voru spurð hvort að þau vildu vera formlegir samstarfsaðilar. Það gekk ekkert alltaf alveg glimrandi vel, en það hófst allt á endanum, þannig að það tók smá tíma, en umsóknarferlið heilt yfir hjá okkur frá byrjun til enda var ekki nema 2-3 mánuðir. Þannig að þegar við lítum í baksýnisspegilinn hjá okkur, þá er alveg klárlega takið lengri tíma gera þetta ferli og klárlega hafa verkefnastýringu líka. Það var eitthvað sem við hefðum klárlega haft óbúslega gott að hafa. Í umsóknarferlinu? Já, í umsóknarferlinu, já. Til þess að hafa bara meira skipulag á þessu einmitt. Við erum með, stofnandi Defenda Iceland, Theodor Ragnar, hann er einmitt bara með hausinn í skýjónum, allt geggjað og bara stútfullur af hugmyndum og við ætlum að gera þetta og hitt og sigra heiminn. Það þarf að vera líka svona, þessi manneskja sem er bara í Excelinu sínu og bara elskar skipulag. Þannig að það þarf góðan balans að báðu. Þannig að eins og við heyrðum áðan Ammonia, það er ekki nóg með að þurfa að vera manneskja að reka verkefnið sem er góð í því, það líka vera eitthvað manneskja sem er góð í því að reka það að skrifa umsóknina. Bara 100%. Og einmitt að bara hvetjum öll til þess að nýta sér þessa frábæru aðstoð til dæmis sem er í boði hjá Rannís. Þetta er alveg ómetanlegt að fá þessi ráð. Já, þú mátt alveg segja þetta aftur. Heyrðu, Hólmfríður. Já, ég myndi segja umsóknarferli sjálft, það var ansi langt. Það voru alveg nokkri mánuðir af umsóknarskrifum og síðan bara mjög langt ferli að bíða eftir yfirferð og niðurstöðum og svo er svona heill fasi allavega í þeim verkefnum sem við erum að sækja þau sem sagt tilheyra undir CESAR sem er partur af Horizon Europe og það stendur fyrir Single European Sky Air Traffic Management Research. Og þá ertu allavega með svona heilt svona stóran part þar sem að þú færðir rauninni
búin að fá verkefni samþykkt og svo þarf það að bíða, þú þarf að senda inn fullt af skjölum og það þarf alltaf tjekka í alls konar box og það rosalega, bara kemur á óvart hvað það tekur langan tíma. Það voru alveg 4 mánuðir sem við vorum bara að senda fram og tilbaka einhver gögn bara til þess að geta fengið síðan styrkinn. Og í umsóknarskrifum þá vorum við mjög heppin að einhverju leyti að við vorum að vinna með aðilum sem höfðu mjög mikla reynslu. Þannig að við þurftum ekki beint að leita okkur svona aðstoðar frá utanaðkomandi fyrirtækjum og það munar svo miklu að vera með aðilum sem þekkja þetta og vita að hverju verið að leita af því þeir sem að fara yfir umsóknina þeir að leita bara að svona ákveðnum hlutum og ef að þú skrifar ekki umsóknina með það í huga þá mun einhverjum ekki vera jafn góð og hjá öðrum og það eitthvað svona sem að ég myndi segja að margir kannski brennir sig á sem eru að taka sín fyrstu skref í þessum umsóknum að bara skrifa eitthvað sem þeim finnst bara frábært og svo kemur einhver að lesa yfir og bara já, nei, þetta ekkert sem við viljum bara. En svo náttúrulega bara, já, eins og þið þekkja þá bara ekkert allar umsóknir sem eru samþykktar en þá bara hægt að reyna aftur og maður fær einhvers konar kritík og einhvers konar einkunn og þá þetta bara byggja á því og reyna aftur og það rosalega algengt. Já, takk fyrir. Þórhallur, þú kannski lokar þessari spurningu. Já, það sem við erum náttúrulega að gera, við erum með ólíka styrki og ég representera bara ERC styrkin þá og hann með 3 ólíka eða 4 ólík svona form. Það Starter Grant, Consolidated Grant og Advanced Grant. Það fer eftir því á hvaða stigi rannsakandinn og svo líka Synergy Grant sem samstarfs styrkur. En þetta styrkur sem gefinn einstaklingi. Þannig að það ekki samstarfsaðilar svo mikið og það einstaklingur sem skrifa styrkinn. Það eru ekki 70 blaðsíður, það eru 15 blaðsíður. Og það þarf að skrifa síðan 5 blaðsíðna útdrátt úr því sem svona fyrsti hlutinn og ef hann kemst í gegn þá farið í það að senda til jafningjarýna stærri hlutan sem eru 15 síður. En þetta eru 15 síður og það mjög gaman að skrifa þetta, alveg frábært, en málið að þetta þarf að vera alveg svakalega góð hugmynd og eins og þau kalla high risk, high gain eða þetta þarf að vera hugmynd sem algjörlega ný, ekki bara framlenging af núverandi rannsóknum heldur stökk út í hið óræða. Þannig að komast niður á slíka hugmynd ekkert sem að gera kannski á 2 mánuðum heldur frekar 2 árum myndi ég segja. En það hægt að gera það á nokkrum mánuðum að koma sér niður á góða hugmynd en svo líka að skrifa styrkinn og þá þarf maður að leita náttúrulega til rannsóknar sviðsstofnunar sem þið eruð hjá og svo var í mínu tilfelli Rannís alveg ómetanlegt. Ég var við University of Sussex og var orðinn svolítið þreyttur á þessu Brexit-rugli þar og var í rannsóknarleyfi hér á Íslandi og mér datt bara í huga að reka styrkinn á Íslandi frekar þá. Það var líka óvissa bara hreinlega hvort að Bretland yrði með í ERC á þeim tíma. Þannig að ég hafði samband við Rannís og þar var mjög gott fólk, Aðalheiður og Elisabeth og Sigurún sem tóku vel á móti mér og gáfu mér góð ráð og ég skrifaði styrkinn og talaði náttúrulega við kollega og vini í Sussex þar sem ég vinn og fekk að sjá umsóknir sem höfðu verið samþykktar. Það mjög mikilvægt að sjá svona formatið á því og þannig svona getur maður unnið þetta en þetta sem sagt bara 15 síður en það þarf að vanda mjög vel til verka. Hvert einasta orð það þarf að svona höggva þetta eins og myndhöggvari niður í mjög kraftmiklar setningar. Frábært, takk fyrir þetta Sömul. Ein spurningin átti að vera hvaða ráð hafið þið og þið hafið öllum við komið mjög góð ráð. Þannig að ég ætla ekki að biðja ykkur að kreista upp fleiri ráð en kannski bara í örstuttu máli frá hverju ykkur. Þið ekki bara stokkið á það eftir því sem eitthvað dettur það í hug, hver vil vera fyrst og svo taka hinni við. Hver svona helsti ávinningur sem hefur verið af því að fá þennan styrk
Sum ykkar eru kannski komin aðeins styttra á veg en svona fyrir kannski ykkar, fyrir ykkur persónulega, fyrir fyrirtækin ykkar eða stofnanir eða fyrir geiran, fyrir Ísland, bara eitthvað af einhverju þessum stigum, hvað er svona efst í huga ávinningurinn af þessum verkefnum? Já, ég skal bara byrja, sem ég held á hérna mikrofónum. Ég myndi segja það búið að vera rosalega skemmtilegt að fá að vinna með öðrum fyrirtækjum og háskólum utan í heimi, fyrirtækjum sem að maður væri ekkert, aðilum sem maður væri ekkert venjulega að vinna með og fá að sjá svolítið svona aðra menningaheima og hvernig, og svona kannski fólk sem að pæla í sömu hlutum maður sjálfur, og þannig maður fær svo rosalega svo mikið svona þekkingabrunnur og svo til dæmis okkur tækifæri til að ferðast og við náttúrulega vinnum rosalega mikið online og þetta allt svona online fundir en partur af þessu við þurfum svolítið að kynna verkefnin út af við, þannig við þurfum að fara á ráðstefnur og hitta þessa aðila sem við erum að vinna með og taka þátt í einhverjum svona áhugaverðum umræðum með þeim og líka bara fyrir fyrirtækið, við erum hugbúnaðar fyrirtæki og við erum að fá í rauninni að þróa einhverja lausnir við einhverju vandamáli sem að við værum það væri ekki í rauninni forgangsatriði hjá fyrirtækinu að þróa til dæmis eitthvað viðmót fyrir það að eiga samskipti við dróna til dæmis. Að það svolítið svona, hverju að gera það? Þannig maður fær bara svona, þetta svona mjög fjölbreytt, myndi ég segja, bara mjög skemmtilegt. Já, við erum hjá Rannís ofta að veltaði fyrir okkur hvernig við eigum að segja frá ávinningi og árangri og sumir allir í tölunum og krónunum og aðrir segja nei, þetta opnar svo margar dyr og gefur svo mörg tækifæri til að gera skemmtilega hluti með skemmtilegu fólki. Þannig að þú tekur undir það, heyrist mér. Já, algjörlega. Já. Og hver vill taka næst? Já, kannski kom með 2% í þetta. Aðeins öðru vísi kannski, ég tek klárlega undir allt sem þú búin að segja. En eins og fyrir okkur líka bara hjá Defend Iceland að þá var að fá umsóknina samþykta gaf okkur svo mikið sjálfstraust og svo mikið stolt af því að við værum með góða og mikilvæga hugmynd sem að annað fólk heldur en við í okkar eigin haus hafði trú á. Þannig að það líka býr til svo mikil drifkraft fyrir allt heimið og fólki sem að vinna að þessu til þess að taka hugmyndina upp á einhvern veginn næsta level. Og þannig að óháð peninga á upphæðinni, þá það svo mikil ávinningur að fá, það svona confidence boost einhvern veginn sem bara eitthvað svona, vá, já, það sér annað fólk að það frábær hugmynd líka. Það alveg æðislegt. Og þó að umsóknarferli getur verið krefjandi og allt svoleiðis, að þá okkar skilaboð sem að við vildum koma hérna fram í dag var að alveg óháð því hvort að umsóknin sé styrt eða ekki, það svo mikil ávinningur af upplifuninni að skila inn umsókn. Þannig að við viljum hvetja öll til þess að senda inn umsóknir. Það bara eins og þau skrifa þetta fyrir þig, Takk fyrir þetta. Þóra? Heyrðu, ég ætla að taka undir það sem að Hólmfríður og Hörn voru að segja. En þetta það sem svona svolítið óvænt, það að maður bætir tengslarnetið og maður kynnist nýju fólki og maður sér nýjir tækifæri og getur þá jafnvel svolítið nýja styrki og það vindur allt svolítið upp á sig, skilur. Maður strax farin að skrifa aðra umsókn liggur við, skilur, þegar maður kominn af stað með aðra. En þetta svolítið valdeflandi. Okkur er svolítið treyst til þess að breyta heiminn, okkur er treyst til þess að hafa áhrif á framtíðina og fáum fjármagn til þess og það svolítið gaman, það svona svolítið eins og stolt, maður svona, þetta eitthvað sem við getum gert og við ætlum að gera þetta saman. Og þannig að mér finnst þetta svona svolítið flott leið til þess að koma okkur áfram. Af því við erum í eðli okkar sem manneskjur alltaf hugmyndarík, það sem við höfum áhrif á heiminn og þetta mjög, mér finnst þetta valdeflandi og góð leið til þess að auka þekkingu sína og skoða nýja hluti. Takk fyrir Þóra. Þórhallur, vilt þú klára? Ég sammála öllu sem hér hefur verið sagt. Fyrir mig, þá styrkurinn gengur út á að vera með rannsóknarstofu. Ég með 8 manns í vinnu núna, 2 postdokka og 3 doktorsnema og verkefnisstjóra og tæknimann. Og þetta náttúrulega gerir það að verkum að maður getur þróað sína grein og hugmyndir innan þess sem maður að fást við miklu hraðar heldur en nokkuð tíma en væri hægt að gera einn.
Þannig að maður sér doktorsnemana sína á postdoc, hérna nýdoktora vera að þróa og rúlla út hlutum sem eru bara alveg stórkostlegir og svo það þessi hérna samtengingar, hvað heitir það, sameiningar áhrif þegar hérna við erum að vinna saman svona innan rannsóknarstofu, hvað verður mikil gróska og mikil samstarfið bara innan labsins og líka út fyrir og inn í samfélagið. Og þetta eru hlutir sem ég gæti aldrei gert án þessa styrks og þetta stórkostleg upplifun. En á sama tíma þá hérna, verður maður svolítið upptekinn af þessu og mikið svona umsýsla í kringum þetta allt saman og stundum hugsa maður, hefði ég ekki bara átt að sitja sem prófessorinn á skrifstofu og lesa bækur og skrifa bækur. En það svona á erfiðum dögum sem maður hugsa það, vegna þess að í raun og veru þetta bara frábært tækifæri að sjá sín helstu rannsóknarmál og vandamál og sjá gott teymi leysa þessa hluti saman og þetta gífurlega skemmtilegt og frábært tækifæri náttúrulega. Takk ykkur öllum kærlega fyrir frábært spjall og skemmtilegt og hafi einhver verið í vafa það að þau ættu að sækja til þessar alþjóðlegu úrræða, þá held ég að svarið hafi komið bara hreint og klárt já. Þetta eru spennandi verkefni, skemmtileg og ég hlakka mikið til að sjá hvað kemur út úr þeim og við fylgjumst með ykkur og höldum áfram að styðja ykkur. Takk kærlega fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Eins og Sigurður Óli þá ótrúlegt en satt skrifuðum við ekki svörin fyrir þáttakendur en þetta sýnir heldur betur hvað hægt að áorka með þessum góðu styrkjum. Þá komið að öðru myndbandi en næsta myndband gefur okkur innsýn í 3 ólík Horizon Europe verkefni á sviði félags- og hugvísinda annars vegar og heilbrigðisvísinda hins vegar. Á eftir því myndbandi hefjum við pallpólsumræðurnar hvernig geta stofnanir og fyrirtæki stutt við árangursríkar umsóknir svo þið getið fara að gera ykkur klár. Well, what we're doing in the Reclaim project is basically to investigate the impact of post-truth politics on liberal democracy, and we also try to formulate some possible policy responses, how to mediate the effect of post-truth politics. So in this project, we're looking at different aspects of this phenomenon. We're looking particularly at the role of citizenship education as a possible response to this. We're basically seeing a development in political culture where facts and analysis seem to matter less and less, and politics can be characterized completely by half-truths or lies, and it doesn't seem to matter very much. So that's a development in political culture that we find very relevant, and it is something that is intimately connected to changes in the media environment, basically the rise of social media, the rise of disruptive technologies, accompanied by a decline of trust or increasing contentiousness of quality journalism, quality media. So we're interested in the question of what is currently being done at the level of national education systems to essentially prepare young people for their role as democratic citizens. And from that, we want to draw some conclusions about what could possibly be done better. The reputation of the Horizon Europe project simply gives you a kind of recognition when you go to international conferences that you're in the position to say, I'm presenting a paper or we're organizing a panel that is happening in the context of a Horizon Europe project. And obviously a lot of people will already pay attention to this because people in the field simply know that this is a great opportunity. SINPAIN is an international project, consortium with many countries in Europe, which aim to improve the treatment of cartilage degeneration using some innovative pipeline that is based on gene expression modification.
Our involvement in European project started with the cost actions, where we have met our partners and we have exchanged information about our research work and our research interest. And in here we found out that the imaging component, which is our specialty, would be needed in order to evaluate the new metrics for cartilage degeneration. Therefore, we started collaborating and put down the ground for this project. Participating in European project is a challenge, but it gives an immediate benefit. First, to open door to your knowledge with knowledge of international collaborators, to measure your work with the work that is done elsewhere, and to work in a multidisciplinary environment where your contribution is complementary to contribution given by other partners. I think the career development of any scientist can't be separated from confronting our own work with the work of others. So international project gives the opportunity to challenge what you are doing, to measure, and to move it to the next level. So it's something that I would recommend to everyone to apply for EU projects. And of course, to apply to EU project, you have to be visible at the international level and create a network for research, and cost actions are the best vectors for this goal. In situ rannsóknin, hún grundvallast á sérstöðu landsvæða og hvernig þau nýta sér svæði, landsvæði, nýta sér þau til framþróun, bara í nýsköpunarmálum og þróun. Og hún snýst líka mikilvægi menningar starfsfólks á svæðinu, fólk sem vinnur að menningu og listum og hvernig þessi sérstaða kemur fram og mótast áfram og verður til þess að hvert svæði myndar svona sérstakt fingrafar. Og við erum að skoða bæði hvað það sem sameinar þessi 6 tilraunasvæði, því að rannsóknin hún sameinar bæði fræði og framkvæmd og það eru tilraunasvæðin sem sameina framkvæmdina, þau eru alla Evrópu. Ávinningurinn af svona rannsóknarsamstarfi fyrst og fremst tengslanetti sem myndast, en ekki síður, þetta langt tímabil, og þekkingaruppbyggingin, bæði hvað varðar aðferðafræðina sem nýtt og maður hefur ekki kynnt sér áður, og svo náttúrulega rannsóknarniðurstöðurnar. Þetta bara eins og nýtt háskólanám. En tengslanetið að geta leitað til sérfræðinga á ólíkum sviðum allan heim, í þessari rannsókninni 13 samstarfsaðilar og náttúrulega enn fleira fólk. Og þetta er bara mikill fengur. Við erum til dæmis með ráð sem alþjóðlegt, sem okkur innan handar og kemur inn á fundi og við getum ráðfært okkur við ólíka þætti rannsóknarinnar. Og svo það náttúrulega bara öll þessi þekking sem myndast. Jæja, þetta eru auðvitað ótrúlega fjölbreytt verkefni, en þá komið að seinna pallborðinu og það verður einmitt ekki tekið við spurningum, en við erum alveg að nálgast móttökuna þar sem þið getið spurt þátttakendur nánast spjörunum úr. Og ég vil þá kynna til leiks Sigrúnu Ólafsdóttur, sérfræðing í alþjóðateymi Rannís, sem mun stýra pallborðinu hvernig geta stofnanir og fyrirtæki stutt við árangursríkar umsóknir. Sigrún, vertu velkomin á svið. Kæra þakkir, og við erum aðeins búin að vera Ágúst minntist aðeins á þetta í erindun okkar áðan, en þá vil ég bjóða hérna í síðara pallborðið 4 frábæra viðmælendur og ég ætla bara að biðja ykkur að koma hérna upp í pontu, en það eru meðal annars Gyða Einarsdóttir, verkefnisstjóri grænna og snjallra verkefna hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Hún fer fyrir sjóðasókn sambandsins og hluti af umhverfisteymi þess og landstengilegur fyrir European City Facility á Íslandi. Sambandið tekur þátt í leiðangri Horizon Europe aðlögun á loftslagsbreytingum og Ice Water verkefninu.
auk þess að taka þátt í undirbúningi fleiri umsókna í LIFE áætlunina. Hulda Proppe rannsóknarstjóri Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Frá 2008 hefur Háskóli Íslands stýrt eða tekið þátt í 500 rannsóknarverkefnum styrktum af alþjóðlegum rannsóknarsjóðum. Háskóli Íslands leiðir sömuleiðis styrkveitingar og Horizon Europe á Íslandi þar sem af áætluninni með rúmar 15 milljónir evra í veita styrki. Hulda sömuleiðis formaður ICE-ARMA, félags rannsóknarstjóra á Íslandi, en hlutverk ICE-ARMA að auka gæði þjónustu við rannsóknir á Íslandi. Ennfremur Hulda stjórnarnefndarfulltrúi Horizon Europe Cluster 2, Culture, Creativity and Inclusive Society, sem við köllum hug- og félagsvísindi í vídeónum og hefur sinnt í hlutverki í talsverðan tíma. Oddur Már Gunnarsson, forstjóri Matís, hefur á síðustu 20 árum setið í fjölmörgum nefndum og ráðum Evrópusjóða fyrir hönd Íslands. Auk þess starfaði Oddur hjá Nordic Innovation, hjá Rannís og sem iðnaðarráðgjafi. Þá hefur hann leitt ERANET-verkefni og núna fulltrúi SCAR og varamaður í stjórn AORIA. Hjá Matís unnið að fjölbreyttum verkefnum í matvælaiðnaði þar sem áhersla er lögð á nýsköpun og verðmætaaukningu. Matís hefur unnið markvisst að því að auka samvinnu við erlendar rannsóknarstofnanir og fyrirtæki og þá sérstaklega í gegnum Evróps samstarfsverkefni. Frá árinu 2008 hefur Matís tekið þátt í 53 Evrópuverkefnum og leitt 11 þeirra. Á síðasta ári voru erlendir samkeppnissjóðir 20% af tekjum Matís og fyrirtækið þriðji stærsti íslenski styrkþeginn innan Horizon Europe. Lilja Tryggvadóttir hóf störf hjá Orkuveitunni árið 2022 sem sérfræðingur í rannsóknarverkefnum og hefur í öflun og rekstri styrkverkefna, meðal annars Sparks í Horizon 2020, Compass í Horizon Europe og Icewater í LIFE. Orkuveitan og dótturfélög hafa sótt og fengið styrki frá 7. rammaáætluninni, Horizon 2020, Horizon Europe, LIFE, Innovation Fund, Geothermica sem núna hluti af SET Partnership. Styrkverkefni skráð á Orkuveitunum frá Evrópusambandinu 17 talsins, elsta frá 2011, en þau nýjustu byrja núna í haust og áramótin. Þannig að nú ætla ég að fara í spyrilsætið. Kveikt á þessu, já. Og áðan fengum við að heyra frá verkefnum, en það sem við vildum fá þetta hérna pallborð til þess að tala aðeins hvað þarf að vera til staðar, hvernig innviðir að strúktúra þurfa að vera til staðar hjá stofnunum til þess að þetta gangi, vegna þess að ég held að þeim kannist örugglega mörg við það að jú, það er frábært af peninga, allir eru til í það, en það er enginn til í að fá það ofan á allt annað sem þú ert að gera í vinnunni að byrja að skrifa Evrópusambandsumsókn. Þannig að við erum bæði með góða reynslu og svona, en líka kannski bara tilmælið að hvernig þið sjáu þetta fyrir ykkur. Þannig að mér langaði bara svona, já, þið getið sagt örstutt það sem ég var ekki búin að tala eða eitthvað sem vilja bæta við sem ég listaði upp, hvernig þáttökunni er háttað, en kannski einna helst hvernig innra starfi háttað sem styður við þáttöku og ef það ekki, hvernig væri þetta að bæta það. Þannig að við byrjum bara á þér, Gyða. Það er hérna kannski... Já, hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þá hófst þessi vegferð svolítið með því að Sambandi skrifaði undir sáttmála evrópskra svæða aðlögun af loftslagsbreytingum undir leiðangri Horizon aðlögun af loftslagsbreytingum og það í kjölfari var ákveðið að fara í 2 ára tilraunaverkefni í samstarfi við umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið þar sem var ákveðið að fjármagna stöðu í rauninni umsækjanda, einhvers konar sjóðasækjara, því að það kom fljótt í ljós þegar það opnaðist á tækifæri til að sækja í þessar áætlanir eins og LIFE og að fólk hafði ekki tíma og oft ekki kunnáttu til að sækja þessar áætlanir, þannig að það var ákveðið að sambandið myndi búa til þetta starf sem hefði þá annars vera hlutverkið að sækja í sjóði fyrir sambandið, fyrir þá verkefnum sem þjóna sveitarfélögum öllum, en líka að vera ráðgjafi og stuðningur við þau sveitarfélög sem að vilja sækja sjálf í sjóðina. Og það hefur reynst mjög vel. Við höfum unnið mjög náið með Rannís, við höfum unnið mjög náið með öllum ráðuneytum og stofnunum. Við höfum lagt mikla áherslu á að byrja á því að greina fyrst hvaða verkefni ætti að sækjum yfir höfuð til að tímanum sé varið hvað best. Þannig að það voru fyrst farið í innri greiningu og í hvað er fólk að verja tíma nú þegar og að sækja þá bara í þau verkefni sem að þjóna því og þá líka það sem að þjóna sem flestum
En svo þarf að vera til staðar stuðningur stjórnenda, þannig að manneskjan sem að sinna þessu fyrst og fremst geti leita líka í sérfræðiþekkingu samstarfsfólks. Já, og svo bara kemur þetta allt í samtali við náið samstarfsfólk, innan og utan stofnunar. Frábært. Takk, Lilja. Já, takk. Það nú svona varla hægt að bæta við þetta. Fórst vel yfir. En þannig að já, þetta akkurat málið. Þannig að við erum alltaf búin að vera með mjög fjölbreytt verkefni. Þannig að við erum líka að passa upp að við séum ekki að rugglast svona á reglum og mismunandi rammaáætlunum og sjóðum. En styðjum hvert annað í það. Og við erum með eitthvað sem við kallum nýsköpunarspjallið. Þar sem við komum saman sem að komum að svona styrkumsóknum og rekstri styrkverkefna og rauninni bara við sem erum í svona rannsóknum og nýsköpun hjá Orkuveitunni og dótturfélögum. Og þar skiptumst við svona á reynslusögum og fáum einmitt líka inn utanákomandi aðila til þess að þá fræða okkur og þetta náttúrulega allt bara þekkingu eins og hefur komið svo vel fram í öllum erindum hérna að það er það sem við græðum á þessu og það er það sem við viljum líka ná að halda í. Og já, það er nýsköpunarspjallið þar sem við fáum þessa umræðu í gang og svo náttúrulega líka að tengja svona vel inn í einmitt það sem við erum að gera eins og það komist að og þetta sé svona í takt við framtíðarsýn hjá fyrirtækinu, verkefnin sem sótt í og þetta skiptir svo miklu máli fyrir reksturinn að maður sjái skýran tilgang og maður sjái ávinningin af verkefnunum, að það heldur manni svona við efnið og það er líka þetta að þegar þú ert með rannsóknina innanhús og rannsakendur að þá er líka líklegra að fá styrkinn því að þú ert með þekkinguna sem þarf til að skrifa umsóknina og reka hana svo í framhaldinu. Þannig ég held að þetta sé svona svolítið lykillinn að því sem okkur hefur tekist að gera. Addur? Já, ég segir nú bara eins og búið að segja þetta. Ég tek undir það sem er búið að segja hérna áður og mér þótti líka mjög gaman að hlusta á þetta unga fólk sem var að fara á stað með verkefni sín. Og ég er búin að vera í þessu svolítið tíma eins og kom áðan. Og ég man þann tíma sem að þetta þótti eitthvað vúdú að búa til svona Evrópumsókn. Þetta var eitthvað sem var eiginlega ekki bara hægt og þetta voru kannski 5-6 manns Íslendingar sem hafðu rekið svona verkefni. Og það var svona kannski það sem við stóðum fram með fyrir 2008 að það gerði svolítið. Það Matís alveg að fara á Stokkhólum og það bara tæmdust allir sjóður og bankar á Íslandi og við sáum bara fram á ef við ætlum að koma okkur upp þá yrðum við að leita út fyrir og það var bara mjög farsælt og og það var alveg sannað að þekkingin víst það eina sem vex við að deila því og við getum sagt í dag núna ef við kunnum það ekki þá þekkjum við eitthvað sem kann það. Það er stóri ávinningurinn úr þessu. En það sem við gerum, við búum náttúrulega langri reynslu, við erum með 53 verkefni og það liggja ansi margar umsóknir að baki þeim, mikið fleiri heldur en 53 ár. Og ég held að það sé kannski það mikilvægast að ef maður ætlar að fara út í það að satsa á þennan vettvang að maður verður að gera ráð fyrir áföllunum. Svona umsókn er mjög dýr að fara 100 tíma í hverju umsókn og við tryggjum það hjá okkur bæði innan stjórnar og það séu allir meðvitað að nú erum við að fara út í áhættusamt verkefni. Því að þetta er ekki ábyrgð sem þetta er að setja á einstaka starfsmenn láta þá bara skauta í gegn með þetta. Og svo er að setja saman eins og þau voru að benda á, þú veist, í rauninni er koordinatorinn, hann þarf ekki endilega að vera neitt mjög sterkur vísindamar, hann þarf að vera mjög sterkur skipuleggjandi og stjórnandi. En allir vinnupakastjórnarnir, þeir verða að vera mjög öryggir á því sem þeir eru að gera. Og
það alveg ljós sko, þegar þú skrifar svona umsókn að það ekkert einn maður sem getur skrifað þetta allt saman og þú sér það alveg eins og skot í gegnum það ef að hvort þú ert að nota gervigreind eða hvort þú ert að með eitthvað fyrirtæki sem hefur mikla reynslu í þessu. Þú kemst aldrei hjá því að hafa sérfræðingin í því að skrifa tækni hlutan af þessu. Og svo annað sem líka að þetta ofboðslegt álag sem fylgir því að skrifa svona. Þú veist, maður sér þetta fólk þegar verið að skrifa umsóknir að þá loga ljósin lengi matís. Og þannig að maður verður líka að hafa svona skilning á því að við verðum að gefa þessu fólki svigrúm annar staðar. Að það kannski þýðir ekki að vera að pressa á það með öllum hinum dægumálum og reyna að deila verkefnunum frá þeim. Og svo það mikilvægast að setja saman teymi hverju umsókn. Menn verða að geta verið sótt svona hver í annan. Og þetta svona það sem snýr inn á við. En síðan við að skrifa svona umsókn að þá náttúrulega algjörlega ómetanlegt það starf sem fer fram hjá Rannís. Og ég held að það ekki allir sem átta sig á því sko að þú getur byrjað að skrifa umsóknina mikið fyrr heldur og þú heldur. Þú ert að vinna að einhverju verkefni og þú hefur möguleika í gegnum landstenglanetið, í gegnum stjórnarnefndarfulltrúana. Þá hefur þú möguleika á því að byrja að lobbya inn í áætlanirnar, þar sem þú ert að vinna með. Og í gegnum samstarfi við landsteglana og stjórnarnefndarfulltrúana, þá hægt að koma boðskap inn í verkáætlanir hvers árs. Og það kom manni mest á óvart að þetta svo lítið samfélag þegar maður í þessum stjórnarnefndum sem ég hef setið í, að þetta svona 30 manna hópur og þú kynnist þessum hóp mjög vel og þú ræðir þessi mál og þannig að það verður tiltölulega það tekið vel á móti góðum málum og þá skiptir engu máli hvort það frá Íslandi eða frá Þýskalandi. Og þetta svona kannski það sem menn hafa ekki mætti taka betur. Takk. Hilda? Já, kannski svona í sambandi við hvernig innri málum háttað, þá kemur ég náttúrulega frá Háskóla Íslands sem stór og öflug rannsóknarstofnun og við fundum það strax fyrir 2008 að fólk var að sækja en kannski ekki alveg nógu markvisst, hvernig viljum við gera þetta markvisst, hvernig viljum við hjálpa fólki og það byrjar svolítið á því að það eru 5 svið við Háskóla Íslands og þau byrja á tímabilinu 2009 til 2015 öll að ráða sér inn sinn rannsóknarstjóra sem hefur það hlutverk að þekkja rannsóknir allra rannsakandra sem að vinna, tengja þau saman, vita hverju sterkleika þeirra og hjálpa þeim að finna köll og þetta og hjálpa þeim að útbúa sjá hvernig þau passa inn í ákveðin teymi og annað og þá fyrir við sjáum strax í bæði fjölda umsókna og fjölda styrkja sem kom inn á tímabilinu svona 2008 til 2015 og þarna bara stökk í fjölda umsókna og ekki síst fjölda mjög bætt árangurshlutfall. Og þá verður til svona hugmynd, einmitt eins og kom fram svona álítið að við getum þetta, við getum sótt og við getum fengið þetta inn og þá kemur svolítið, nú ég búin að fá styrkinn og við þurfum að fara að reka þetta. Og þá fer af stað og 2015 eru 2 svið við háskólann, það félagsvísindasvið og verkfræði- og náttúruvísindasvið sem fara af stað að stofna sérstaka verkefnastofu, þetta eru þau 2 svið sem voru með flest verkefni og til þess að það þarf að útbúa sérfræðiþekkingu til þess að vera þessi verkefnastjóri sem ráðinn inn til þess að halda utanum, til þess að sjá, fylgja með að það sameiginleg verkefnasýn hvernig háskólinn kemur að verkefnum. Og við sjáum að þarna verður og það stofnuð sér styrkjaskrifstofa í sameiginlegri stjórnsýslu við háskólanum og þarna verður mikið samstarfi því að all umsóknarvinna unnin út á sviðunum en svona hlut af rekstrinum og svona uppgjörum meira kannski miðlægt.
en þú þarft að hafa þekking á rekstrinum til þess að geta skrifa góða umsókn. Því að annars ertu komið með 30 partnera og það er ekki hægt að halda utan um þetta og það er enginn að fá niður pening og svo framvegis. En við sjáum þá strax bara 2018 þá er meir en tvöföldun á fjölda styrkja. Það er búið að vera þarna 1-3 og svo verður bara aftur tvöföldun. En það er í raun og veru næstu í þrefaldur kannski í fjármagninu. Því þarna erum við komið með sjálfstraust, við erum að sækja sem koordinatorar, við erum að fara inn og sækja ERC-styrki og þarna skiptir höfuðmáli að það sé sýn hjá stjórnendum sem segja við skulum styðja fólki okkar í að sækja svona styrki og hvað gerum við? Við eflum rannsóknarþjónustuna til þess að geta létt á þeim þannig að þau geti gert þetta og unnið bara sína vinnu og þegar við erum fann að fá svona sérþjálfa fólk þar að þá er miklu auðveldara að sækja og ég veit að eins og rannsóknarstjórnum út á sviðunum hafa svona yfirsýn og vinna náttúrulega bæði sín á milli sterkt en líka eins og í gegnum æsarma við alla hina háskólana og alls kyns stofnanir. Þannig að það byrja að koma upp hugmyndir og þá ég veit þennan á Bifröst og þessi hjá Matís og svona hjálpaði að búa til þessi teymi að það hefur skipt verulegu máli þannig að það þarf að byrja þar og byrja á að sjá við erum að vinna því við náttúrulega vinnum ekki bara í Evrópuverkefnunum heldur innlendum og erlendum styrkjum að hjálpa þessum rannsóknum strax að setja svona sína rannsóknar áætlun. Ok, þeir langar að fara þarna en hefur hugsað út í þetta. Til þess að fara þarna þá þurfum við fyrst að byggja upp þennan reynsluðina eða reka verkefni inn í rannsóknarsviði, inn í tæknirannsóknarsviði, þarna. Og til þess að fara þarna þá þurfum við að fara þarna. Og markmiðið er svo þetta en við þurfum að vinna með fólki í 10-15 ár oft, áður en það kemst þarna. Þannig að það þarf að vera stuðningur alla leið. Frábært. Það er bara 4 mínútur eftir, en þið eru búin að segja mjög margt það sem við ætluðum að tala í seinni spurningunni. Ég baði ykkur að hugsa aðeins ávinning og hvers vegna stofnanir og fyrirtæki ættu að íhuga þessa vegferð. Þannig ég er að spá í kannski, ég meina þeir eru þegar búin að koma mikið inn á ef þeir eru til í að taka svona svipuð svör og fyrri pallborð sem hljómar svona eins og við höfum skrifað þau, það væri alveg geggjað. En eða öllu heldur kannski hvatningu. Við töluðum höfum samband við marga forstöðumenn, rektora og aðra og segja þeim frá þessum viðburði. Þannig að við erum hérna bæði með forstöðumenn og rannsóknarstjóra og fleiri. Kannski bara í örstuttu máli bara eitthvað 1 eða 2 til þess að hafa hugfast sem mætti bæta við eða hvort það er einhver ávinning eða einhverja gildrur sem ber að forðast í þessu. Þannig að ef það er eitthvað sem þú vilt bæta við, Hulda, þú ert nú búin að lýsa það er þetta langa mál, en hver er ávinningurinn? Hvers vegna ætti vísindafólk að fara í þetta? Okkur ekki bara sækja mér rannsóknarsjóð? Ávinningurinn er náttúrulega eins og kom hérna fram í verkefnum sem var lýst og í umræðinu hérna fyrr að það er í raun að veru 1 + 1 er ekki 2, sko. Það er bara miklu meira en það, samlegar áhrifin. Þetta er gæði vísinda, þetta eykur gæði vinnuna, eykur samanburðarhæfni, þú getur komist í aðgang að gögnum og unni allt aðrar tegundir af rannsóknum heldur en úr einum verkefnastyrk eða öndvegistyrk og rannsóknarsjóði. Og þetta alþjóðlega teymi skiptir verulegu máli í því að byggja upp betri vísindi eins og kom bara hérna fram með mörgum sem hafa komið þarna meginn frá. Þannig að ég held að grundvallaratriðið er náttúrulega betri þekking, betri tækifæri, betri vísindi, en auðvitað viljum við líka fá fjármagn og eins og kemur líka fram, þetta skiptir verulegu máli að við þjálfum okkar ungu rannsakendur. Þetta er mikið fjármagn fyrir nýdoktorsnema til þess að þjálfa. Ef við ætlum að byggja rannsóknir og nýsköpun á Íslandi, þá þurfum við að styrkja við þetta og þannig að það skiptir verulegu máli. Frábært. Oddur? Nei, ég held að þetta sýnergi eða samlegar áhrifin séu náttúrulega það mikilvægast í þessu, en það er líka fyrir stofnunum eins og Matís, við höfum ákveðið lagalegt hlutverk sem er bara bundið í lög og til þess að við getum sinnt því þá er mjög mikilvægt að við getum unnið með þeim bestu, ekki bara á Íslandi, heldur með þeim bestu í heiminum og það síðan
gefur sig aftur með það að við komum tilbaka margeld og getum þá komið og hjálpa fólki, fyrirtækjum á stað í sjóðina, matvælasjóð, inn í rannsóknarsjóð, inn í tækniþróunarsjóð og þar erum við að vinna með verkefni eða við vinnum bara beint með fyrirtækjum. En við byggjum óbúðslega mikið á þessum þekkingagrunni sem verður til í þessum stóru verkefni. Og það er líka, sko eins og ég heyrði áðan hérna, að í stóru verkefnum þá höfum við kannski frelsi til þess að skoða hluti sem ekki alveg augljósir, eins og var nefnt þetta með drónana. Að þú færð svona tækifæri til þess að, og svo verður þetta kannski einhver sproti sem verður síðan að einhverju stóru og miklu. Já, ég tek undir þetta. Þetta er líka bara svo stór vettvangur til að koma öllu á framfæri. Þetta er svona rannsóknar vettvangur. Það er því að okkur er uppálagt að kynna okkar verkefni og þar fáum við tækifæri þá til að kynna þetta góðan árangur en líka til þess að kynna hverjar eru svona áskoranirnar sem að blasa við. Þessar stóru áskoranir sem að við erum að fást við í samfélaginu í dag, orkuskiptin, loftslagsmálin og svo framvegis. Hvar eru svona pain points eða hvar eru svona það sem við höfum mestan áhuga á og þá með því bara að varpa því fram þá getur maður fengið tilbaka rannsóknir og fjármagn til þess að vinna að því og svona hjálpast að við að leysa þessar áskoranir. Já, fjármagni skiptir máli. Það bæði í sjálfu sér en svo höfum við líka fundið að það er gríðarlega hjálplegt í að liðka fyrir samtali. Að það sem við höfum fundið er að því við höfum lagt áherslu á verkefni sem eru stór innleiðingaverkefni yfirleitt á landsvísu og eru þess eðlis að engin einn aðili getur hrundið þeim í framkvæmd. Það er bara ekki einhver eitt eða bara sveitarfélög sem geta leyst aðlögun á loftslagsbreytingum eða innleitt hringrásarhagkerfi eða vatnaáætlun. Það krefst yfirleitt að komi mjög margra aðila og flestir þykjast ofuppteknir til að eiga samtalið og skipuleggja sig mörg ár fram í tíman nema með fyrirheit mögulegan háan styrk. Og þannig að peningarnir eru, finnst mér, hafa mest gildi þar að því að í flóknum umsóknarskrifum, því að í þessum verkefnum þá erum við ekki að tala 70 blaðsíður heldur 200 pluss fylgiskjöl og þau taka yfirleitt að minnsta kosti ár og það er 20 pluss samstagsaðilar að koma sér saman 6 ára áætlun. Það fyrir gríðalegu tími í þetta en þegar uppi staðið er komið óboðslega sterkt samstarf, fólk þekkist orðið mjög vel, það hefur skýra hugmyndum sinn sess og sína ábyrgð í mikilvægum verkefnum og styrkirnir hafa og fyrirheitum þá hafa gert okkur kleift að hugsa það verkefnin okkar stærra, metnaðarfyllra og hraðar en við hefðum gert annars ef við verum alltaf að hugsa árfram í tíman með fjármögnun og í síló sem svolítið hefur verið einstaklinga til. Frábært, bestu þakkir fyrir þessi afskaplega verðmætu orð og svo eftir þegar við fáum mat og drykk að þá bara hvetjum við náttúrulega þáttakendur að vinda sér upp að þessum frábærðu panelistum og spyrja þau þá nánar út í þetta. Þannig að bara bestu þakkir og gangi ykkur vel í framtíðinni. Bestu þakkir fyrir. Við erum bara nokkrum mínútum á eftir áætlun en við erum alveg að klára dagskrána. Þá er komið að síðasta dagskráliðnum hérna í dag sem er örstutt vídeó þar sem styrkþegar deila með okkur góðum ráðum sem verða vonandi dýrmætt veganesti fyrir þau ykkar sem eru að hugsa að hefja umsóknarferli. Definitely the most important thing that you need when you apply for a project like this is a good idea. Að lesa kallið vel og vera alveg vissum að verkefni passi inn í það kall. Þetta er töluvert mikil vinna, þrátt fyrir að maður sé samstarfsaðili en ekki stjórnandi verkefnisins og það er gott að gera sér grein fyrir því fyrirfram og vera búinn að hnippa svona í þá aðila í kringum hann sem að geta verið til aðstoðar. Þetta náttúrulega leitaði ég líka til Rannís sínum tíma og fekk mjög fína hjálp. Þá verður þetta að þekkja samstarfsaðilaðina og það er þetta kannski stærsti hindrunin í öllu svona, það er að finna sér réttu samstarfsaðilana.
stóra málið var í raun og veru að safna saman í konsortium með öllum helstu sérfræðingum frá Evrópu og frekar svona dreift á milli landa. Og þar fengum við miklar aðstoð frá Rannís og EEN til þess að finna hérna réttu aðilann til þess að vinna með okkur. You have to be visible at international level and create a network for research, and cost actions are the best vectors for this. Ég myndi helst ráðleggja fólki að bara stökkva út í djúpulaugina og prófa. Manni var hendi í djúpulaugina. Ég myndi segja bara dempa sér í djúpulaugina. Það er eiginlega bara besta leið til að læra, sko. Svo reynir maður bara að synda. Já, þið heyrið það. Þið bara dembið ykkur í djúpulaugina. En þá er formlegri dagskrá hjá okkur í dag lokið. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir góða áheyrn og sérstaklega þakkir fyrir ykkar sem að fylgjast með í streymið. Það er frábært að hafa ykkur hérna með okkur í dag. Áður en við færum okkur yfir í salinn hérna við hliðina á, þá vil ég útskýra aðeins fyrirkomulagið sem við erum með fyrir nafnspjöldin. En þetta er næstu eins og íslenskt ættarmót því við erum búin að flokka ykkur öll og þeir þátttakendur sem eru með græn nafnspjöld, þið eru styrkþegar, þeir sem eru með rauð eru starfsfólk Rannís og aðrir þátttakendur eru appelsínugulir. Svo ég hvet ykkur eindregið til að nýta tækifærið, spyrja hvort annað spurninga og tengjast yfir léttum veitingum. As some of our participants here today are English speaking, I want to explain to you that the name tags you have are color coded. Green is for grant recipients, red are for Rannís staff, orange are for other participants. I want to encourage you to use this opportunity to ask each other questions and connect over some refreshments in the next room. It's been a pleasure being here with you today. Takk fyrir mig, fáum okkur nú veitingar.